Þokukenndur ágústmorgun í Eyðifirði skammt sunnan Heimskautsbaugs. Það logn og náttúran heldur niður í sér andanum. Við komum sjóleiðina frá Ólafsfirði og skyndilega erum við í námunda við fjöruborðið í Héðinsfirði. Síðasta spölinn förum við á Jullu með utanborðsmótor. Við erum einir. Kóngar í ríki okkar, dularfullu ríki sem við eigum eftir að kynnast. Einar Guðmann er þrautreyndur silungsveiðimaður og er að koma á þessa slóðir í fyrsta skipti. Hann leggur það á sig að draga léttabátinn upp grýttan ósinn. Með því sparast mikill tími. Leiðsögumaður með Einar í þessari för er Ólafur Henriksen, einn af landeigendum í Héðinsfirði. Ég er nú búinn að vera leiðin hingað í mörg ár og heyrt af þessu en það var alltaf verið svona ákveðin dulúð yfir dalnum og þetta langar til að koma hérna en það er nú ekki margir sem fara hérna og það er einmitt það sem ég hef á tilfinningunni, það er að hérna sé svona til ósnorti svæði. Hér er náttúrulega engin vegur, það er mikið labb og mikið vesen að komast hingað. Það er 600 metra fjöll hérna sitt hverja megin sem loka þessu og það er einmitt það sem er svo heillandi við þetta. Við siglum inn vatnið og ætlum að veiða í ánni sem rennur í vatnið. Þokan er enn þykk. Ólafur þekkir sig vel hér og segir að þokan muni láta undan síga með morgninum. Síðasta spölin er gengið upp með ánni. Einar er búinn að velja fluguna sem fyrst verður notuð, flugan hans, Guðmanninn. Þegar þokunni er skyndilega svipt frá, blasir við okkur stórbrotin náttúra og fallega á girt eyrarrósar breiðum. Já, þetta er fluga sem að ég byrjaði að nýta og nota í Laxardalnum á sín tíma. Það voruð allangt síðan og hérna veit ég sérlega vel með henn á sín tíma á ferjuflóuna. Það má segja að þar hafa hún svona stimplast inn hjá mér endanlega. En ég fór líka með henn í bleikju og hún hefur reynst ótrúlega vel, ekki bara hjá mér heldur virðist vera hjá öðrum líka og hérna er hérna orðið mjög aflasæl verður að segjast en hérna hún er einföld, afskaplega einföld og mjög lík blóðorminum eins og hann hittir en þó fráburðin að því leyti að hún er hnýtt úr miklu smærra efni. Ég sé reyndar að sumir sem er að hnýta hana úr of grófu efni en hérna hún er líka með húsi sem að blóðormurinn ekki en að öðru leyti er þetta mjög svipaðar flugur og svoleiðis en hérna hún er reynst mjög vel. Við vitum ekki til þess að þessi veiðistaður hafi nafn en við köllum hann Efstastað, Guðmanninn svífur. Einar notar glæra flotlínu frá Kortland eða svokallaða transparent línu. Tökuvarinn er einnig blátt áfram nauðsynlegur þegar bleikjan er annars vegar. Einar sleppir öllum fiski hér, labbið er langt og Einar hefur heillast af ósnertri náttúrunni. Það er óþarfi að koma heim með hluta af henni. Hún er betur geymd í mjúkum hyljum árinnar.
Þegar við áttum okkur betur á aðstæðum kemur í ljós að gríðarlegt magn af fiski í þessum hyl. Einar hefur fljótlega orð á því að bleikjan sterk. Hann með nettar græjur en þarf að taka hraustlega á henni. Þetta sílspikaður fiskur og greinilegt að hann býr við gott atlæti. Hér eru frábær eintök af íslenskri bleikju. Ég gjarna á að skipta oft flugur, prófa ýmsa liti og svoleiðis en ég ekki með svona kannski þessa smámunasemi sem að margir hafa nú haft í þessari fræðigrein. Það er náttúrulega til þessi svokalluðu puritanar í þessu sem að vilja ekkert veiða á nema þurrflugu. En ég hef svona haft svolítið svona í huga það sem að Stefán Jónsson heitinn kendi manni í sinna ágætu bók að sem sagt hann var búinn að reyna allar þessar fínu aðferðir að sem sagt láta tauminn sökkva svo mikið eða ekki sökkva svo mikið og prófa allar útgáfur. Í rauninni held ég svona endingin hafi verið svo að þetta virðist ekki skipta neinu máli. Ég hef enga tektur að ég vil jú að flugan fljóti vel og vil frekar nota minni flugur heldur en hitt. Og það svona virðist nú vera að það þurfi ekki að vera eins gott veður eins og maður vill stundum halda til þess að þurrflugan virki. Það eru litið, þá ég mjög hrifinn af þessari aðferð. Þetta einhver skemmtilegasta veiðiaðferð sem við getum hugsað okkur. Það er svo gaman að sjá fiskinn taka og þú ert í svo beinu sambandi við það sem að gerast. Þetta er náttúrulega hátindurinn á flugveiði hreinlega. Margir halda því fram að leyndardómur þurrflugu veiðinnar liggi í viðbragðinu. Hvenær á að bregða við og af hverju? Já, ég gerir nú ekki eins og Stefán Jónsson sagði að maður ætti að fara með 3 maríuvers áður en maður myndi bregða við honum. Í sjálfu sér, ég hika nú aðeins. En hvort það séu 3 maríuvers, ég þarf ekki að fara með, nei, en ég bregða ekki alveg strax. Ég læt vera svona. Þetta er svona einhver hluti úr sekundu sem ég býð. Ég gæti verið fljóthæri sem sagt. Eins og maður gerir þegar maður með tökuvara og að veiða með búpu, þá bregður maður við helst alveg leið og maður hefur minnsta grun eitthvað sem að gerast. En í þurrflugutöku þá gefur maður smá tíma, en ég ekki þessum að sá tími sem að tekur fiskinn að snúa sig við og fara niður, alls ekki endilega. En einhvað síður þá býð ég svona örlítið, upp undir sekundu eða svo. Það komin tími til að færa sig set, ekki af því að takan hafi minnkað, miklu fremur til að skoða nýja veiðistaði. Þokan kemur og fer og leikmyndin í dalnum myndi sóma hvaða stórmynd sem dularfull og mögnuð í senn. Þegar sólin brýst fram fyllist dalurinn af hlýrri birtu sem bæði fiskar og menn kunna að meta. Ólafur við langan hyl, nafnlausan og fullan af fiski. Við þangað. Já, ég hefði á tilfinningunni þegar ég kem hérna í dalinn. Nú ég náttúrulega að koma hérna í fyrsta skipti og ég hefði á tilfinningunni að hérna séu fáir búin að vera. Sem ég held að sé alveg sagt að vissulega er eflaust ákveðin hópur sem hefur
verið að leggja það á sig að labba hérna í fjöllin og ég vil sigla eða hvað hann en ég hef það á tilfinningu þegar ég kem á veiðistæðina og ég sé það líka bara á hegðan fisksins. Maður nánast að veiða fiskinn undir stangarendanum að hann er einhvern veginn sallarólegur og staðirnir maður hefur það á tilfinningunum þessu óbarðir og hérna mjög hvíldir og þar að leiðandi maður hérna alveg í perlu sem að algjörlega ósnortinn hins mér. Fiskurinn hér í gríðarlegu magni og taka hann eftir því. Þetta svona draumadagur. Þetta svona eina af okkar bestu veiðiperlum, myndi ég segja, og vel varðveitt. Ólafur Henriksen leiðsögumaður hefur staðið við allt sem hann lofaði. Áin full af fiski og grimm taka í bleikjunni. Þetta sá tími sumars þegar veiði í uppáni í Héðinsfirði nokkuð trygg. Þriðjungur liðinn af ágúst og bleikjan farin að undirbúa haustið og þar með hrygninguna. Einar Guðmann Akureyringur og starfsmaður veiðistjórnunarsviðs Umhverfisstofnunar. Hann náttúrubarn sem elskar veiði. Hann í fremstu röð þegar kemur að silungsveiði. En jafnvel maður með hans miklu reynslu lítur á þennan dag sem viðbót í reynslusafnið. Héðinsfjörður sem fyrir nokkrum klukkutímum var sveipaður dulúð í hans huga mun nú breytast í ljúfar minningar og þekkta stærð. Það ekkert lát á veiðinni og undir yfirborðinu sjáum við hvers vegna. Bleikjan í miklu magni og öll í leit að æti. Það gerist líka margsinnis að þær taka púpuna en spýtin jafnharðan út úr sér. Lykillinn að góðri veiði að bregða við þeim á réttu augnabliki. Einar Guðmann veiðir fleiri fiska en Ólafur og þar skilur tökuvarin á milli. Þetta spurning sekúndubrot. Einar Guðmann mjög meðvitaður mikilvægi tökuvarans, sérstaklega þegar veitt beint upp af sér. Tökuvaran skiptir öllu máli svona upp á það að veiða. Það að segja, það auðveldar þér náttúrulega helling vegna þess að þú verður í miklu betra sambandi við það sem að gerast undir yfirborðinu.
þú bregður við leið eitthvað gerist og sem sagt þetta er náttúrulega bara þannig að þú væri ekki með tökuvara þá er ég viss það að þú myndir ekki verða varfið nema fjórðung af þeim tökum sem í rauninni eiga sér stað vegna þess að við sjáum þá oft að sem sagt fiskurinn virðist taka fluguna eða púpuna upp í sig og leið og hann verður varfið að það er eitthvað bogið við þetta er ekki einu sinni lifandi eins og maður segir að þá spýtur hann út fyrir sér, alveg lyftur snöggt og þá skipta þessi sekúndubrot sem þú hefur með tökvaranum bara verulegu máli hvort þú nærða að setja í hann eða ekki. Þetta er hárrétt hjá Einari. Við höfum margoft orðið vitni að því að bleikja og jafnvel fleiri en ein leika sama leikinn en veiðimaðurinn verður ekki var við minnstu hreyfingu. Þokan er á innleið og ætlar sér tímabundin yfirráð. Þetta eru mikil átök, kulda og hita við ysta haf. Kuldinn kemur með þokunni og sumarið hikar. Við erum búin að vera henni alveg frábæri málum í dag og ég held að í manns votustu draumum þá hefði maður ekki geta lagt upp með svona dag í farteskinu. Þannig að við erum búin að fá tökur nánast eftir pöntun og miklu fleiri heldur en að ég hef kært mig að telja hreinlega. Við erum búin að sleppa náttúrulega meira með öllu og þetta er bara búið að vera ævintýri. Og ævintýrið heldur áfram. Bleikjan er að ganga upp úr vatninu í ána og torfurnar telja ekki tugi fiska, heldur 100. Fiskmagnið eykst líka dag frá degi. Við skiljum við landið og Eyðifjörðinn eins og við komum að honum. Spor á stöku stað og bleikjur í smá sjokki er það eina sem vitnar veru okkar í Héðinsfirði. Meira að segja þokan leggst yfir á ný og tjaldið fellur aftur.